Hvað er þetta með hraðahindranir í Reykjavík? Maður keyrir út allt og það eru alls staðar hraðahindranir. Ég veit að það hafa verið settar upp til þess að tryggja bæta umferðaröryggi og það er skiljanlegt, en það eru til fleiri aðferðir. Þegar of margar hraðahindranir eru settar upp, þá bara velur umferðin aðrar leiðir og skapar hættu á öðrum stöðum. Og maður sér dæmi slíkt. Ég myndi gjarnan vilja vinna að því að fækka hraðahindrunum í borginni ef það er mögulegt. Ég myndi þó aldrei gera það á kostnað umferðaröryggis, aldrei. En mér finnst þetta mjög umhugsunarvert hvort það er ekki hægt að nota í ríkari mæli myndavélar og slíka þætti, því að hraðahindranir eru dýrar og það er mjög dýrt í umferðinni að hraðahindranir sé að hægja á umferð og svo er verið að gefa í aftur, það er mikil sóun sem fylgir þessu, þetta dregur úr flæði, þannig að mig langar til að skoða þetta alveg sérstaklega með umferðaröryggissérfræðingum.